En það er númer 1, 2 og 3 finnst mér að það er að fara í rannsóknir bara. Þú veist, að láta skoða sig, þú ert komin yfir 40, 45. Hann byrjaði að segja það. Ég kem ekki til með að hafa kynlífi konum mér neitt framar. Og svo taldi hann fram til því kirtillinn, hann er tekinn líka. En löngunin er hérna einhvers þar inni, einhvers þar sko. En maður er orðinn 70, svo vott. Þetta er allt í lagi. Það gerir ekki mikið til. Finnst mér, því maður er þá lífi ennþá. Svo vott. Því ég var að fara út og þá var að segja mér það að ég gæti fengið kort sko. Þess að geta sagt tollayfirvöldum að því ég er náttúrulega með efni sem ég þarf að hafa í handfarangri. Ég má ekki setja þetta í tösku að því þetta er verðmætt vara. Ég er að fara til dæmis út í Kanarí að þá er ég að fara með sko 6 vikna skammt og þetta eru bara 2 litlar ferðartöskur sem við verðum að hafa með í handfarangri. Það eru þarna lögur sem þú ert að tekur þurrkar að losa af þér hérna dótið og svo spreyjar eitt þess að reynsa límið og þetta er allt eldfimt og ég er alltaf stoppaður og þar kemur þetta kort sem ég fekk hjá Krabbameinsfélaginu og kemur góðum gögnum, góðum notum og þegar ég hef náði þetta kort þannig uppi til þessi 2 og þá hafa sest niður stelpunar og lokað af sér og tala svolítið við mig þetta og mér finnst það gott líka. Já, þú ert með stóma, ég hef búin steingleyma þannig að og stundum gleymi ég sjálfur sko og síðan hefum við bara tekið á þessu og þetta er bara hluta af lífinu og ég hef notið lífsins eins og ég hef getað og gera það enn hugsa öðruvísi sérstaklega eftir ég fekk krabbameini. Bara þakka Guði fyrir að vera lífi sko, það er fyrir það fyrsta. Það er bara að vera jákvæður. Lát ekkert hindra þér, ekki neitt. Ég fer í ræktina 2-3 í viku, ég labba 2-3 kilometra á dag. Það var verst maður var svolítið hræddur við að fara hægt að vinna og gera ekki neitt. Við vorum aldrei liðið eins nokkuð tíma vel á ævi minni. Ég sagði frímerki með dunda því 1-2 tíma á dag og svo ég fór út að labba í 2-3 tíma, 3-4 kilometra. Nú föstudögum að kíkja á barinn og fæ mér einn og tala við strákana og það er klukkutíma, passa blöðruna, fyllist ekki eða eitthvað og bara lífið er yndislegt.